Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst erum við komin með pinna, kokteilpinna í setti hjá ykkur sem heita stundum allt annað en þetta, kokteilpinnar og ýmsir pinnar, en eru líka leikarar og kvikmyndagerðar fólk með tengingu í Bárðardalinn. Þið tvö búið þar. Þú ert þaðan eða hvað? Já. En þú bjóst í Kópavogi? Já. Ég er mjög mikinn áhugaði að byrja að spyrja þig hver er munurinn á Kópavogi og Bárðardal? Þetta er náttúrulega bara að fara frá borg og yfir í sveit, þannig að það er bara allt sem er innifalið í því, að lengra að keyra og oft svona minna bæjarferðir. Já, og hvernig upplifun er þetta fyrir unga konu að taka þetta skref að prófa að búa í Bárðardal? Ég held að það sé bara einstaklingsbundi. Ég kann bara afskaplega vel við svona kyrrðina sem fylgir því og finna svona eitthvað að gera alltaf. Nákvæmlega. En þú ert úr Bárðardalnum? Já. Og býrðu á Akureyri núna? Ég býr á Akureyri og nýflutt að sunnan reyndar. Já. Að sunnan. Og þú ert ferðapinni? Ég er ferðapinni, já. Frökkupinni. Frökkupinni. Og svo ert þú Bárðardalnum líka? Já. Náður að flytja inn eitt Kópavogsbúa? Já. Gera hana Bárðardalingi? Já. Er það ekki alveg að hefnast eða hvað? Við erum flutt fram og tilbaka, þannig að það er svona, við skiptumst á að vera á þessum svæðum. Já, nákvæmlega. En þið eru að fara að tróða upp annað kvöld í Bárðardalnum á Kiðagili og hvernig lágu leiðir eitthvað saman í tónlistinni? Já, við erum náttúrulega öll útskrifuð úr Kvikmyndaskóla Íslands, þannig kynnistu öll og það er bara vantar stundum eitthvað svona til að gera í sveitinu, fá fólk til að koma út og hittast, skemmta sér, hlusta eitthvað skemmtilegt. En þegar þið eru á svona miklu flakki, hvernig gengur að æfa og hittast? Það er bara gott skipulag, er það ekki? Já, fólk að keyra fram og tilbaka. Já. Styrkja bensínstöðarnar? Já, við erum mjög góð í því. Eiga ódýrt rekna bíla. Já. Það er mjög sniðugt. Samferða á Facebook. Á Facebook. En hvernig tónlist hafið þið valið að nota? Núna að taka hérna 1950 til 1980. Já, íslensk dægurlög. Við vildum spila svolítið inn á það, frekar en eitthvað erlent. Við höfum ofta að vera með jólatónleika og þá erum við að taka svona bæði og íslenskt og erlent. En núna vildum við bara, já. Það er líka bara eitthvað með haustinu, að svona eitthvað að fara eitthvað svona cozy, gamaldags feeling. Já. Það er eitthvað þannig. Með kvinin hérna fyrir utan, við hafið að haustleitina. Ég held að það bara, ég verði bara biðja ykkur að fá að taka lagið fyrir okkur í lokinu og kveðja úr þættinu með því, er það ekki eitthvað? Jú. Það er gítar á svæðinu. Það er gítar á svæðinu. Þetta var ekki bara flops. Það bara þökkum við ykkur fyrir áhorfið í dag og ætlum að ljúka þættinum á góðum tónum, góða stundir. Takk. Eitt sinn kom til mín yngismær með augun blíð sem jómunu, brún og skær. Ég gerðist bráður og bað hönd og bytti fyrir þér mig heldur. Engin bönd ég var, ungur þá og hýr á brá. Ekki fjall henni við mig þó, hún kvaðst ei vilja æskiskreis og ég varð að skilja hann eftir í Mexíkó. Hún var með dibla augun, dökkan lokka, dreyminn svip og yndisstokka. Ég féll í stað en ég fékk hana sjá. Ég ágaf mig á augabragði, óhræddur á gólfið lagði, svo að ég skildi ekki í hana ná. 2, 3, 4, ef þið hefðu hana séð. Lokka, lífsglöð, hefur yndisstokka. Kata, hún kann svo vel að rokka rokk. Hún er smá, hýr á brá, horfið á, sú er kná, allir frá að sjá. Þegar hún tekur rúmuna og dansar á einni þá.
best og